Þú komst í hjartað í. Við erum hérna inn í Landsbankanum á Akureyri við Ráðhústorg og hérna eru þau búin að koma upp jólatré með ansi veglegum gjöfum sem á að afhenda hjarta ársins sem við erum búin að blekkja hingað undir fölskum forsendum. Fölsku flaggi. Undir fölsku flaggi. Við vorum nú að fara yfir þetta og voru heilmargir sem komu að þessari dómnefnd. Vá hvað var erfitt að velja. Þetta er alltaf voða erfitt. Það er greinilega bara mjög mikið af góðu fólki hérna úti og svona viðburður eins og þessi, Hjarta Akureyrar, að það dregur fram, eða Hjarta ársins, dregur fram það góði fólki. Það er það sem við viljum vekja athygli á. En er ekki rétt hreinlega að segja hver viðkomandi sem hefur verið valinn? Jú, það er bara mikil ánægð að tilkynna það. Drengurinn heitir Hilmar, kennar upp í verkmenntaskóla og hefur greinilega staðið sig mjög vel í sínu starfi, farið langt umfram sína skyldur sem kennari og semst mætir mikilli ástúð frá nemendum. Það er virkilega gott að heyra það. Það er svona maður sem hugsar vel okkar yngsta fólk. Þetta er bara fordæmi fyrir aðra kennara líka að standa sér svona vel og þeir fara yfirleitt langt út fyrir sinn vinnuramma varðandi þessa krakka og ég veit að allir gera sitt besta í að halda utan þessi börn af því að lífið er svo misjafnt. Ef við ekki bara taka hattinn ofan fyrir svona fólki sem velur sér þetta sem lífsstarf og gerir þetta vel. Algjörlega. Ég er farin að líta hérna hurðinni því að það er von á honum bara hvað og hverju en áður en að við fáum að hitta hann Hilmar og afhenda þessar ótrúlegu gjafir frá fyrirtækjum í miðbæ Akureyrar. Skulum fá að sjá hvað samstarfsfélagar og nemendur höfðu að segja hann. Þú komst í hjartað í. Ég ákvað að tilnefna Hilmar Friðjónsson, frænda minn og kennara í verkmenntaskólanum á Akureyri og að því að mér finnst hann bara svo einlægur og yndislegur maður og bara með hjartað á réttu stað og já, mér finnst hann bara eiga þetta sannarlega skilið. Hann er svona kennarinn með stóru kái sem allir skólameistarar eða skólastjórar myndu vilja hafa innan sína vébanda og allir nemendur vilja hafa. Hann er svona dæmi góðan kennara sem leggur mjög mikið af mörkum, gefur sig allan í starfið, bæði fyrir nemendur sína og fyrir skólan sem að vinna hjá. Og stundum á mikið, finnst manni, jaðrar við það, þannig hann er vel að koma. Hilmar er rosalega góður maður. Hann hefur bara hjálpað mér í öllu sem ég hef gert. Og ef maður biður hann bara hjálp, þá bara gefur hann allt í það. Aðalmáli er að hún þykir vænt nemendur sína og það er það sem skiptir rosalega miklu máli. Hún þykir vænt þau svona hvert og eitt og hefur svona áhuga á þeim hverju einu. Þetta er ekkert bara svona lítið fyrir hópinn og bara svona, já. Hann hefur virkilega áhuga á því að þeim vegni vel og svona lætur sér annt þau og það held ég svona skiptir svona megin máli. Hann hefur til dæmis bara hjálpað mér í starffræði á 3 dögum sem ég náði ekki að heilli önn. Hann leggur sig allan fram að útskýra starffræðina og þann hátt að allir skilja hana. Og það er oft gaman að hann býr til sögur dæmin til að auðvelda nemendum að skilja. Og ég bara gefur sig allan fram eins og þið segja. Hann er góður vinur, hann er einlægur, hjálpsamur og hann hjálpar nemendum mikið. Svo er hann er húmóristi og bara fyndinn, hefur gaman að lífinu. Hann er örugglega lífsmottóið og hans er örugglega bara að hafa gaman að lífinu. Og þá var bara eftir að afhenda Hilmari allar gjafirnar frá miðbæjarsamtökunum á Akureyri og auðvitað Hjarta ársins. Við fengum Elvu Maríu frænku Hilmars til að plata hann til okkar í Landsbankann við Ráðhústorg þar sem gjafirnar biðu hans, en hann vissi auðvitað ekkert hvað var í gangi. Það er saman. Ég heiti Aðalsteinn Árnason. Ég er formaður miðbæjarsamtökunum á Akureyri og við erum búin að vera með alltaf skemmtilega leik í gangi sem heitir Hjarta ársins 2014. Þetta er Facebook-leikur miðbæjarsamtakanna og N4 sjónvarpsstöðvar. Og þú fékkst ansi margar tilnefningar sem kærleiksríkur og góður einstaklingur. Já, ég þakka fyrir það. Ég veit ekki betur en að þú standir undir nafni. Fleiri 100 tilnefningar. Já, ég
ég bara eins og á Óskarsverðlaunaháttíðinni, ég veit ekki hvað ég á að segja. En það það alltaf, þegar maður fær svona tilfinningu þá maður hlaðinn góðu fólki, alveg út alla trissur. Og það fólk sem tilnefnir mig og líka það fólk sem styður mig. Ég sé þetta. Það bara, þetta æðislegt að vera umkringdu góðu fólki. Það skiptir öllu máli í lífinu að hafa gott fólk í kringu sig. Já. Tinna hérna með lítinn grip sem Það er hjarta ársins sem Áslaug Höskuldsdóttir býr til. Já. Og þetta er gjöf frá listfléttunni í miðbænum. Og gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir. Og innilega fyrir Takk kærlega fyrir mig. Svo verður eiginlega að snúa þér hérna við og skoða þetta jólatré sem er hérna í Landsbankanum. Já. Þarna eru pakkar, ég myndi segja fyrir svona 500.000 eitthvað svo leiðis að andvirði og þú átt þetta. Ertu ekki að grínast? Gleðileg jól. Ég get ekki fellt tár, það eitthvað í augunum sko, en vá, þessi það, ég á ekki til orð. Þetta er sem sagt gjafir frá sem sagt verslunum og veitingastöðum og þjónustaðlum í miðbæ Akureyrar. Og við ákveðum að slá saman til svona aðeins að þakka fólki í samfélaginu bara fyrir það að gera eitthvað umfram þetta venjulega. Ég klökkna, virkilega klökkna. Ég bara þakka kærlega. Þú komst í hjartaðinn. Ég vil bara þakka þeim sem veitti mér þessi fallegu orð hérna. Takk fyrir. Og það maður tökum hann líka. Já, gerðu það.